Ykkur þar sem spurningaþáttur Ómars Ragnarssonar hvað heldurðu var tekin upp við gífurlega stemningu. Dómari Baldur Hermannsson, stigavörður Heiðrós Helgadóttir en upptökustjórnaði Tage Amendrup. Gott kvöld og velkomin í Hótel Húsavík öðru sinni. Því nú eiga þingeyingar enn að keppa við harðsnúna andstæðinga og nú það sjálfur erkifjendurnir að sunnan. Eða fjandvinirnir, eða hvað við að segja, erkikeppinautarnir. Áður en ég byrja rétt aðeins að tæpa á því hvernig framhaldið verður hjá okkur. Þetta eru 6 liða úrslit og hinn fyrsta af 3 viðureignum í 6 liða úrslitum. 3 lið sigra þar og komast öll áfram og auk þess 4. liðið það lið sem tapar með minnstum mun. Og það eru núna sem sé þingeyingar og reykvíkingar og þá best að fá nöfnin hjá gestunum. Já, ég heiti Guðjón Friðriksson og starfa sem sagnfræðingur. Ragnheiður Erla Bjarnadóttir, guðfræðingur. Illugi Jökulsson, ég lausamaður. Og þá eru það heimamenn. Jóhannes Sigfússon, ég bóndi á Gunnarsstöðum. Stefania Þorgrímsdóttir, lausakona í Mývatnssveit. Jóhannes Sigurjónsson, blaðamaður Húsavík. Og við höfum dómaravorn Baldur Hermannsson og Heiði Ósk Helgadóttur sem safna stigum. Fyrir alla keppendur. Sömuleiðis höfum við þá menn sem hafa vakið mikla athygli í þessum þáttum. Það eru hagyrðingarnir og það er þá fyrst gesturinn. Já, ég heiti Flosi Ólafsson, endurskoðandi. Og heimamaðurinn. Hálfdan Björnsson bóndi á Hjarðarbóli. Væntanlega hafið þið einhvern andlegt fóður svona til þess að hefja þetta á? Já. Viltu að ég byrji? Já, þá mátt byrja. Já, þú ert gesturinn. Ég verð að segja eins og úr því að ég komin hér að þingeyingar þykja mér þjóðarinnar sómi, en enginn hér af öðrum ber, ekki að mínum dómi. Hálfdan. Já, ég ætlaði að heilsa gestunum með þessari vísu. Þegar vetur voðir mjalla vefur þétt að lindunum, allir norðan Frerafjalla fagna sunnanvindunum. Og það líka orðin hefð núna í þessari síðustu umferð og væntanlega núna áfram að þið gaukið fyrripart hvor öðrum. Já, ég hérna með fyrripart handa sessunauti mínum. Já. Oft Flosi á kostum klúr og klámfengin í hugsunum. Oft Flosi á kostum klúr, klámfengin. Má ekki reyna þetta bara?
Allar að reyna þetta strax. Oft flos á kostum klúr og klámfengin í hugsunum. Þetta segi, já. Oft flos á kostum klúr og klámfengin í hugsunum. Þetta segja fínar frúr en fara samt úr buxunum. Segðu svo að það hafði ekki áhrif, þú heyrir viðbröðin hjá þeim öllum þessum elskum hérna. En ættu þú ekki með eitthvað fyrirpart? Eða fremripart, eða hvað þú vil kalla það? Efripart. Já, fremripart. Efripart, já, á vísinu. Ok, komdu með efripart þetta hálfum, hann kemur með neðripartin. Þú verður með neðripartin. Ég veit það ekki, já, látt hann koma. Látt hann koma. Montnir eru meira en nóg, margir þingeyingar. Já, ég held ég geti nú ekki svarað þessu alveg í kvellinum, en hérna, mér finnst það því að Flosi var svona snöggur, ég held ég verið að láta fá bara annan partandi. Það verður að hafa eitthvað að hugsa. Já, já. Hugsa fleiri en buxur. En, já, það verður að láta hann hafa eitthvað sem að stendur við í honum, held ég. Fer að braka í Flosa enn, fæðist stakan trega. Já. Þetta innrím og allt og ég held að ég gefi ykkur þá bara báðum smá tíma til þess að botna þessar síðari efri parta sem komur eru. Og við byrjum núna bara á alvörunni. Og hér spenna í lofti því að ég held að það hafi ekki í neinum þætti nánast verið eins mikið sem að mæta stálinst inn. Það eru þeir sem að telja sig eiginlega aðalinn í dreifbílinu, þingeyingar og það ekki, toppurinn í landsbyggðinni og svo sjálft Reykjavíkur valdi hér með sína fulltrúa. En þingeyingar drógu að byrja. Það eru hraðspurningar fyrri hálfleikur og 1 stig á spurningu og 2 ef að stólið er yfir. Og þá byrjum við. Það þótti tíðundu sæta fyrir 2 áratugum þegar nýkjörinn fylkisstjóri Kaliforníu rak Clark Kerr, rektor Kaliforníu háskóla úr starfi og hver var þessi skeleggi fylkisstjóri sem rak rektorinn? Ronald Reagan. Það er alveg rétt. Var nafn með rentu. Þá kemur önnur spurning. Í ágústmánuði 1979 kom áhyggjufullur fjölskyldufaðir í skotfærð til Íslands og var sá tilgangur ferðarinnar að tala við Friðrik Ólafsson. Hver var þessi áhyggjufulli gestur Friðriks? Kortsnói. Kortsnói, rétt er það, Viktor Kortsnói. Þriðja spurningin, í hvaða keppnisgrein vann Bandaríkjamaðurinn Don Bregg gullverðlaun á Ólympíuleikunum 1960? Sundi. Nei, það er ekki rétt. 3 sekúndur hér. Tugþraut. Tugþraut, nei, en það er stokki í stangarstökk í tugþraut og hann vann í stangarstökki, svo þú varst að nálgast þetta en fóruð 2 stig fyrir þetta. Og allir anda léttar í salnum. Þetta er heimavöllur. Og svo kemur 4. spurning. 23. október 1942 upphófst grimmileg orusta við El Alamein í Norður Afríku. Hvaða hershöfðingjar áttust við? Rommel og Montgomery. Rommel og Montgomery, alveg rétt. Sumarið 1919 var smalað á heiðum uppi og rekið til réttar á rauðskili, ekki til rúningar og slátrunar, heldur til kvikmyndatöku. Hvaða kvikmynd þurfti á kindum að halda þá? Síðast í bærinn í dalnum? Nei, það er ekki rétt, þið hafið 3 sekundur. Saga borgarættarinnar. Saga borgarættarinnar, þau 3 bara, það er ekkert annað. Já, þetta var ártalið sem að þarna réði úrslitum, 1919. 7. spurning, hvað heitir höfuðborgin í Massachusetts í Bandaríkjunum? Massachusetts. Já, hvað heitir hún? Segir hann, það er ekki rétt. 3 spurningar, 3 sekundur. Er það Springfield?
Nei, það er ekki neitt, það er bara Boston. Já. Það lemja allir alla hérna bara. 7. spurning. Hvað hét sá sómamaður sem drukknaði í Hörgá sunnudaginn 7. september 1903? Það var Ólafur Davíðsson. Það er Ólafur Davíðsson og það er rétt. Þá kemur 8. spurning. Hvaða ár var Örlygsstaðabardagi? 1239. Það er ekki rétt til því. 1238. Munaðinu, já, 1238. Níunda spurning. Hvers konar iðju öðlaðist Lotte Lehmann heimsfrægð fyrir? Söng. Söng, það er rétt. Og 10. spurning. Hvernig létu þeir lífsitt berserkirnir Halli og Leiknir? Það var Vígar Styrr sem draf þá. Já, hvernig? Þeir skripluðu á blautri húð. Annar skriplaði á blautri húð, hinn var alveg vitt að við gefum rétt fyrir þetta. Þetta var í Guðubaði. Já. Þá eru Reykvíkingar og það er dálítið gaman að því að hér er fólk ekki mjög baulsinnað eins og var í síðasta þætti, en það fekk ég stöku senda utan á landi sem var einhvern veginn svona burtu með þetta bölvað pú sem brjálar alla lon og don, því að ég segja annars á þig Ómar Ragnarsson. Þetta er umdeilt sum, en finnst þetta hressilegt, það erum ekki og nú höldum við áfram. Og Reykvíkingar, fyrsta spurning. Það leyti sem Ronald Reagan var að reka rektor Kaliforníu háskóla. Það vandaðist úr krabbameini bandarískur maður sem einhverjum var þekktur fyrir að hafa drepið mann sem drap mann. Hver var þessi krabbameinssjúklingur? Jack Ruby. Jack Ruby, segir Ragnhildur, og það er rétt. Önnur spurning. Íslendingar gera garðinn Víga fræga fyrir skák og skáldskap og íþróttir, en fyrir tæpum áratug, frægan víða heim, en fyrir tæpum áratug fekk nafnkunnu landi okkar lof í erlendu stórblaði fyrir hreinleika, glæsileik, snild, dugnað og glöggskyggni. Hver var þessi frægi hæfileikamaður? 3, 4. Hafið þið hann? 1, 2. Ég verði að tellja samt. Þetta er svo dómarinn hefaleikur, sko. Þetta var Helgi Tómasson. Já. Og það er stunur á bæði borð. 3. spurning. Í hvaða keppnisgrein vann Finnin Páli Nevala gullverðlaun á Ólympíuleikunum 1964? Skíðastökki. Ha? Skíðastökki. Það er ekki rétt. Þið í þetta? Spjótkasti. Það er rétt! Kastaði spjótinu yfir. Þá kemur 4. spurning. Hvað var það sem Klaus von Stauffenberg reyndi en tókst ekki? Drepa Hitler. Drepa Hitler, rétt er það. Og hann tókst það ekki. Því miður. 5. spurning. Sumarið 1919 kom danskt knattspyrnulið til Íslands í heimsókn. Rótbustaði íslenskt lið. En þangað til landana datt í hug snjallræði, alveg ótrúlega snjallræði, og þar komu okkar strákar unnu Danina með yfirburðum. En í hverju var þetta snjallræði fólkið? Við buðum í útreiðartúr. Buðum í útreiðartúr daginn áður, rétt er það. Það voru að drepast daginn eftir. Það voru að 7. spurning. Í hvaða fylki Bandaríkjanna er svo fræga borg Dallas? Texas. Texas, segja þau, og rétt er það. Þá kemur 7. spurning. 27. ágúst 1908 andaðist auðnuleysingin Jóhann Bjarnason. Hvaða auknefni hafði þessi landskunni maður meðan hann var og hét? Jóhann Beri. Jóhann Beri, rétt er það. 8. spurning. Hvaða ár var Flugumýrabrenna? 1247. Jóhann. Ekki það rétt og þið hafið það.
1253. Það er rétt, 1253. Það er auðvelt að muna þetta ártalega menn muna það að glóðarfeiki er 853, sko, það er 400 sem munar, fjallið fyrir ofanflugumýri. 9. spurning, hvers konar iðju öðlaðist Frank Lloyd Wright heimsfrægð fyrir? Arkitekt. Arkitekt segir hún og það er rétt. Og 10. spurning til Reykvíkinga, hvers konar furðu skepnu rak sveinninn Kjartan í jörð niður með sleggju? Já. Jó. Draug. Ekki var það rétt og þið eigið 3 sekúndur. Var það ekki selshaus? Það var selshaus og það er rétt. Hörku keppnin áður en við lítum á stiginn fyrir alla hér að þá ætlum við að sjá myndspurningar á þinginga byrja og hvað er athugavert, hvað er að á myndinni sem þið sjáum núna? Byrjuðum gott hljóð í salnum. Gott hljóð í salnum, algjör að dauða þögn. Já. Þið eigið ekki margar sekúndur til þess að... Vantaði í eina flöskuna sem við tarpa á? Já, sko, þeir sem að hafa þykir mjöðunum góður, þeim finnst þetta kannski ókostur, en þetta er ekki það sem voru að fiska eftir. Þetta er ekki góð flöskur, það líti aldrei svona út. Nei, þetta er alveg rétt, þetta er bara skakkar flöskur, miðin er ekki réttur. Og við skulum bara sjá þessa mynd aftur. Þetta eru Pepsi-flöskur. Þetta er nefnilega ekki kókflöskur, það er kókflöskulægi sem vantar. Já, það er nefnilega, þetta er ekki kók í sveitinni, segir Stefánía. Já, svona er þetta. Jæja, Reykvíkingar, þá fáið þið spurningu og hvað er að á myndinni sem að þið fáið að líta núna? Já. Paul McCartney var örfendur en hann er rétthendur á myndinni. Já, þetta er alveg hárrétt. Ég var að sjá aftur hvernig Paul svona. Þarna sjáum við. Og þá er það heiður ósk fyrir alla sem ekki sjá hérna. Hver er stigað talan? Já, Reykvíkingar náðu sér í nokkuð stig hérna myndspurningunum og eru til konum með 15 stig en Þingeyingar er með 12. Það var mjög spennandi. Nú sé ég að það hefur eitthvað fæðst, þeir eru hrukkur sem að liðast enni hagyrðinga. Já, við kannski að byrja. Já. Flosi segir, mondnir eru meir en nóg, margir Þingeyingar, en ekki meiri þykjast þó, þeir en Reykvíkingar. Já, og Hálfdán segir, fer að braka í Flosa enn, fæðist stakan trega, nú skal baka norðan menn nokkuð svakalega. Já, það er svo sannarlega ekki séð fyrir úrslitin hér. Við heyrum á svörum keppenda að þetta eru harðsnúin lið og eru til alls vís. En nú koma hlaupaspurningarnar. Illugi á nýjum skóm væntanlega. Er þetta gamli skónir? Það var reynst vel. Það er í algleymingi fundir Norðurlandaráðs og við verum með svona Norðurlanda spurninga. Lungin úr ríkisstjórninni til þess að ristir Illugi hausinn. Jæja, þetta er samt svona, minni minn. Veljum hlauparspurning sem lúta óbeint eða beint að norrænu samstarfi. Og þá var það fyrsta spurning. Ein mesta himnasending fyrir bókmenntir okkar var einmitt norrænn. Maður norrænnar. Nú. Nei, þetta er alltaf, þú mátt hlaupa aftur sko. Nú ætlar það bara að hafa þann háttinn á að hlaupa alveg hreint eins og vitleysingar. Norrænnar, ættar draugurinn glámur, hverrar þjóðar var draugurinn glámur? Salzburg.
Býtu við. Já, þú náður þessu fyrst. Hann var sænskur, það er alveg hárrétt. Úi! Það var alveg dæm. En þetta mátti engum munna. Ég var það. Já, þið voru báðið með hann alveg á tæru þennan draug. Ertu á móti beginni? Já. Er Flosi svolítið breiður? Hann hefur ábyggilega brekkað síðan á það. Flosi hefur brekkað síðan á hann. Blásið út. Blásið allur út með stökkunum. Já, þetta á nú að vera alveg óhindrað sko. Það er alltaf smáatriði. Nú færðu fatningu, Jóhannes. Ylvi minn, við skulum hafa það að allir verða með fæturnar hann uppi, áður en þeir hlaupa. Já. Já, ég sé þetta nefnilega ekki. Er það að lauma, já, allir táin, já. Er það að lauma löppinni út fyrir. Þá kemur önnur spurning. Það er ekki margir norrænir stjórnmálamenn sem hafa getið sér orð á alþjóðavettvangi, helst eru stórnöfni eins og Ólaf Palme og Ólafur Ragnar Grímsson. En hvaða norrænn stjórnmálamaður hefur léð heiminum nafn sitt til þess að tákna föðurlandssvikara? Nei, býttu nú við. Heyrðu, þetta er erfitt. Dómari. Það er ekki bara önnur heldur. En hann hélt takinu. Það er því miður þá reglurnar þannig að sá sem heldur. Þetta er hans styrkur líka. Hvað sér? Það var Quisling. Það er Quisling, já. Ertu slæmur í hendinni? Hann er búið með hendina. Ég veit, einasta ár. Já, þetta er spurning að halda og líka að halda utan að hvíta upp. En þetta er gífurleg keppningur. Þetta er nú mest harka sem ég séð bara. Ég veist aldrei þess að vonandi verða menn ekki tví handarbrotnir eftir þetta. Þriðja spurning. Sem betur fyrir ekki mjög mörg stíg, sem þetta gæti samt aldrei úrstiltum alveg eins og hauskúpar. Á fundum Norðurlandaráðs freistar ráðherra þess að komast að samkomulagi samræmingu á lögum og reglum. Hvernig stendur þá því að enn hefur engin ráðherra beitt sér fyrir lögum sem banni fullþroska karlmanni að kvænast gjafvasta hálfsystur ekki sinnar? Nú sitja alveg fast og hvorugur hleypur. Nei, kemur hann í róli heitunum með hendir. Ef maður ekki, þá lítur maður að vera dauður. Þetta er alveg hárrétt hjá þér. Eigum við þá að líta á stigin eftir þetta? Já, það er klappað lítið í salnum. Enda Reykvíkingar búin að ná sér í 3 stig síðan áðan, konum með 18 en Þingeyingar eru með 12. Það er mikið eftir áðan. Það er harkið í þessu, mjög skemmtileg keppni. Hvað segir þið, er þið alveg hallið ykkur hann bara? Hálfdán hann var að tala að hann væri með eitthvað. Já. Já, ég Flosi hann er svo snjall í að yrkja dýrt að ég var svona að skella einni á hann svona. Allir að flosa fara að brosa, fyndin rosalega er, eins og gosi andans trósið úr sér losa skáldið fer. Já, ég skal segja mér aðra sem að fættist vestur í Tálknafirði á Kristín á Lamberi, Flósi, og hún er svona. Hann var voðalega sár út í því hvernig fórst með Hafnfirðinga. Þannig að vísan er svona, mér finnst hann vera skálda skástur, menn skemmta sér og brosa, en hafið samt ekki heftiplástur á helvíti á nú Flósa. Má ég heyra þetta? Já, mér finnst að vera skálda, já, þú vilt heyra þetta, þessa fyrstu, mér finnst að vera skálda skástur. Já, nei, heftiplástur. Já, menn skemmta sér og brosa, en hafið samt ekki heftiplástur á helvíti á nú Flósa. Nú, það er bara svona. Býtu? Já. Nei, ætti ekki að býtu ekki. Þetta. Þetta fréttir þóttu mér, þykki ég bara skástur, þegar kyrfilega á kjaftin er komin hefti plástur.
Og við höldum áfram að létta þetta upp. Nú leikhlé, áleikur og við fáum skemmtiatriði. Það þá fyrst frá heimamönnum og það atriði sem við köllum Solla og synir. Gjörið þið svo vel. Þín og gin í viski, kógar á bjór. Eftir lítinn snaps, þá lundin örn, eftir litla tvo, þá líf og fjör, eftir 4, 5, ertu orðin vel við skál. Æ, villi, gætti þín og gin í viski, kógar á bjór. Eftir 6 og 7, samum allt, eftir fullan fleik, finnst lánið vall, eftir annan til, sérðu tvöfalt allt kring. Æ, villi, gætti þín og gin í viski, kógar á bjór. Og síðan færðu velgju og vaka rótt og títt. Og vaknið þú með timburmenn, þú byrja bara upp á nýtt. Með litlum snafsi, lundin örn, eftir litla tvo, þá líf og fjör, eftir 4, 5, ertu orðin vel við skál. Æ, villi, gætti þín og gin í viski, kógar á bjór. Eftir 6 og 7, þið samum allt, eftir fullan fleik, finnst þér lánið vall, eftir annan til, sérðu tvöfalt allt kring. Æ, villi, gætti þín og gin í viski, kógar á. Æ, villi, gætti þín og gin í viski, kógar á. Æ, villi, gætti þín og gin í viski, kógar á bjór. Þetta voru Solla og synir og þá komið það skemmtiatriði frá Reykjavík. Ég hef ánægju að kynna Bubba Mortens sem syngur lag sem heitir Ég kyssti ósigur minn. Gjörið svo vel. Það nóttinni líkt að leika sér, lævís í þögninni tefur. Til mín englar villast og vilja kaupa mér vængina sem þú hefur. Já, þögnin sem þú hefur alltaf á, þessi sem aldrei sefur, hefur mist sína trú á tungunar má og takmark sitt aldrei gefur. Þó að klukkan gangi stendur tíminn í stað, steglir mig á vísirinn
Og ég sem hafði klifrað komst á toppinn og bað og kyssti síðan ósigur minn. Kyssti síðan ósigur minn. Gleðina finn ég aldrei í óttanum hér, enginn einu hér ræður. Hér tekur lífið börnin lífsþreytta sér og lánar þeim nýjar mæður. Ég bara ég, bíðandi eins og brosandi meðan þú sefur. Einn daginn ég vona vaknar þú í mér, þá veit ég hvað þögnin hefur. Þó að klukkan gangi stendur tíminn í stað, steglir mig á vísirinn. Og ég sem hafði klifrað komst á toppinn og bað og kyssti síðan ósigur minn. Kyssti síðan ósigur minn. Það nóttinni líkt að leika sér, lævís í þögninni tefur. Til mín englar villast og vilja kaupa mér vængina sem þú hefur. Já, þögnin sem þú hefur alltaf á, þessi sem aldrei sefur, hefur mist sína trú á tungunar mátt og takmark sitt aldrei gefur. Þó að klukkan gangi stendur tíminn í stað, steglir mig á vísirinn. Og ég sem hafði klifrað komst á toppinn og bað og kyssti síðan ósigur minn. Kyssti síðan ósigur minn. Takk fyrir. Takk fyrir. Áður en að ég yfirgef sviðið, þá er ég með fyrri part hérna handa hagyrðingunum sem ég ætla að biðja þá að svara mér 1, 2 og 3. Ef þeir geta og þeir mega hafa sína útgáfu hver. Hann hljómar svona: ef Kristur aftur kæmi hér, á krossin yrði hann eldur. Ég segi, er þetta í sambandi hérna? Já. Ég segi bara eins og ég er alveg steldur. Ég er ekki tilbúin með minn, ég er ekki flóttur eins og Flossi. Já, þannig að þetta er gaman þegar maður horfir hérna, þetta er alveg svo í Akureyrar-þættinum sko. Það voru 3 sem hefðu sérstöðu meðal áhorfenda og keppenda. Það var einhverju blað en daginn, þegar ég man ekki betur en að þú, Bubbi Mortens og Illi Jökulsson hafi verið meðal 3 verstu í hópi, verst klæddu upp að kallmann á Íslandi, eitthvað svoleiðis.
Við erum með uppákomu og uppákomu ofan hérna, það má svo sannarlega að segja. Það er gaman að þessu. Við verðum samt að hafa smá keppni. Hvað segirðu? Það er vísu. Þetta er vísu? Já. Nú, hvað er þetta að segja? Hitti ég á Húsavík Hálfdán snillingukunnan. Er hans gáfa öngulík, ætlan koma sunnan? Já, það er þessi stigatala sem er nú svona, sem ég er nú svolítið hissa á. Svona velta fyrir mig skýringu. Jarðsamband er aðeins á okkar smáa þingi, en hinir sjálfsagt hæðum ná með hjálp frá guðfræðingi. Það er Ragnheiður Erna sem fékk hennan. Jæja, eigum við að taka smá loti í spurningum áður en að svör birtast eða? Hérna er einn. Ha? Hérna er einn alveg þrælgóð. Er það? Já. Hvernig voru það hinnar? Af því að hann orti svo dýrt á mig áðan, blessaði hann Hálfdán hérna. Já. Já, ég var einmitt að lemja þetta saman hann í hliðinu. Engin bjáni er hann dáni, eða sláni sýnist mér. En ef hann skánar ei sá kjáni, óðum grána leikur fer. Það er svona eftir smá ofalítið tíma til að svara þessu. Við erum að fara að koma einhverju spurningum af því alls konar uppákomu. Bara hætta þessu, bara yrkja. Já, bara yrkja bara og hætta spurningarhættinum. Þetta er tillaga frá Flosa og er felld með einu atkvæði gegn öllum. Nei, 7. Já, nú höldum við áfram. Reykvíkingar, nú er að hraðspurninga, seinni hálfleikur, 2 stig á spurningu. Já, nú skiptist yfir. Já, og það er gott fyrir ykkur. Þá get ég slappa á með það. Fyrsta spurning, hvern orti skáldi þessa hendingu? Hann ólst upp í Hamra eyju, harðkreftri af rastabandi. Stjáni Bláa. Það er ekki rétt og þá eigið þið. Herdís eða bóðar. Nei, það er ekki rétt heldur. Þetta var Grím loðin kynna. Æja, nei, ekki stig þar. Þá klappa þeir. Þá kemur önnur spurning, hvað hét sá andans atgerfismaður sem laust eftir aldamótin 1600 setti fram þá grundvallakenningu að brautarhraði reikistjarnanna væri breytilegur og mestur þegar þær væru næsta sólu? Jóhannes Kepler. Jóhannes Kepler, rétt er það. Þriðja spurning, 1865 réðust Brasilía, Argentína og Uruguay á eina nágrannaþjóð, og útreymdu meir en helmingi íbúana. Hvaða ógæfusama þjóð var ráðist á? Var það Paraguay? Paraguay, rétt er það. Fjórða spurning, hvaða reikistjarna er lengstan tíma að ljúka hringferð sólu? Plútó. Plútó? Plútó, segir hún, alveg rétt. Fimmta spurning, Límósa er votlendis fugl, hélt sér mest á Suðurlandi hér áður fyrr, verpir nú víða land, afar háfættur og neflangur fugl, mjög líkur spóa í vexti, lítið minni og grenri, auk þess sem hann er miklu litskrúður en spóin. Hvað heitir þessi fugl á íslensku? Jaðrakan. Jaðrakan, rétt er það. Og sjötta spurning, hver mælti þessi orð? Víst ætlar þú nú frændi, níðingsverk að gera, en miklu þykir mér betra að þykja bana orð af þér frændi en veita þér það. Þetta var Sturlungu, þetta var hérna Sturla Sighvatsson. Ekki það rétt og því það við það. Þetta var Kjartan Ólafsson í Bolla. Þetta er alveg rétt. Og veitti Stefánia þeim bana orð með þessu. Þá kemur hjá ykkur, þingeyingar, 6 spurningar, 2 stig hvert. Hvern, eða réttara sagt, fyrir munn hvers
orti skáldi þessa hendingu: mig dreymir eina alveldir sál, anda sem gerir steina að brauði. Það er steinar? Nei. Þetta er ekki rétt á því það við það. Starkað. Starkaðar, alveg rétt. Það var einræðum starkaðar eftir Einar Ben. 2. Hvað hét sá andans atgerðismaður sem fann upp spegilsjónaukann árið 1668? Kopernikus. Það er ekki rétt. Og því það við það. Galileo. Ekki heldur, það var Isaac Newton. Jæja. 3. spurning, hvað hét Spánverjinn harðskeyti sem lagði undir sig Mexíkó og fangelsaði Indíánahöfðingjann Montezuma? Cortés. Cortés, alveg rétt. 4. spurning, hvaða reikistjarna hefur mestan meðalhraða á braut sinni umhverfi sólu? Mars. Það er ekki rétt. Júpíter. Það er ekki rétt, það er svo einstaf, Merkúr. Og þá kemur 5. spurning, Rallus aquaticus. Ég er ekki að spyrja sjálf um mig. Rallus aquaticus er að mörgum talin dularfyllsti fugl Íslands, fer mjög huldu höfði, lítill mjóslegin dökkbrúnað ofan með svörtum rákum en öskugrára neðan. Hvað heitir þessi fugl á íslensku? Músarindir. Það er ekki rétt. Keldusvín. Keldusvín segir hún og það var rétt. Og þá kemur 7. spurning, hver sagði þessi orð og við hvern? Svíktu mig þá ekki ef ég færi þér vatn í hjálmi mínum. Þetta sagði Hrafn Önundarson við Gunnlaug Ormstungu. Þetta er ekki rétt. Þið hefur 3 spurningar. 3 sekundur og það konar 2. Nei. Þú varst með þetta öfugt, elsku drengurinn, það var Gunnlaugur sem sagði þetta við Hrafn. Já, það er bara svo mikið talað um Hrafna núna. Og ég var að líta á stigatöluna. Já, Þingeyingar með 17 stig, Reykvíkingar 32, en það er enn möguleiki. Við hefum séð slíkan mun áður og ég minni á þá spennu sem oft hefur verið í þessum þáttum alveg fram undir því síðasta. Og ég minni á það að Reykvíkingar voru næstu búin að tapa fyrir Akureyringum og Þingeyingar næstu því fyrir Eyfirðingum, ef ekki alveg segja sumir Eyfirðingar. En Hálfdán er núna komið með eitthvað. Já, ég er nú ekki tilbúin með hann Bubba en ég þarf aðeins að svara Flosa hérna svolítið. Já. Flos er snar að snúa vef, sneiðast vara dreggjar, ekkert svar ég á hann hef, ef hann bara hneggjar. Það er svo geggjað. Ég er búinn að vera að setja saman svo þann ægilegt leirnóð. Já, og ógulega gaman að því. Alveg svakalega gaman. Þetta var svo gaman að vera með kvenmann þarna í Hafnarfirði. Ég skemmti mér svo dæmalust vel. Já. Og ég var þess vegna að vona að það yrði kannski kvenmaður hjá mér svolítið sem ég gæti ort einhver svona ástarljóða, ég vil blöðlegar vísur á hana. Já, viltu bara ekki fara í liðið? En heyrðu, svo var ég að yrkja hérna Halldór. Sko, þetta er ekki kveðskapur, þessi ósköp, ég tek það fram. Já. Þetta er ekki orðið einhvern veginn svona núna, svo verður þetta lagað. Hálfdán, ég var að vona að þú værir kona. Það er bara svona. Og eftir þáttinn ætlaði ég í háttinn við skálkaskjólið í aðalbólið. Og þetta fannst þið sem var... Þetta er nú ljóta fólið. Jæja, en sýndu hana bara tóli.
Æja, þið eru alveg yndislegir þarna þessi tveir. Ég er farin að bekkja aftur. Þú ert nú eini maðurinn sem heyrt hneggja á svona vitlaus og snúningshraða. Eigum við að taka síðustu lotu í spurningunum? Nei. Ég er nú samt að hugsa að gera það, blóðsum minn. Því þá þetta tækifæri á eftir þessari lotu núna. Já. En jánka því, og þá kemur ég er spurning. Ég er verknaður. Það er 5 stig á spurningu. Bara einu sinni sem form á reyna að svara. Ég er verknaður þótt orðarna hljóðan tákni eiginlega hið gagnstæða. Ég er af flestum talin óæskilegu verknaður, af sumum nauðsynlegur, sumstaðar er ég glæpsamlegur, en víðast gilda mig mjög strangar reglur sem einkum hafa þróast á þessari öld. Fóstureyðing. Nei, það er ekki rétt. Sagan sýnir að það eru oftast karlmenn sem beita sér fyrir mér, en svo skemmtilega vitsamt til að leikhússagan varveiti mjög sérstakt og kátlegt afbrigði mitt sem framkvæmt var með grískum konum undir forystu Lýsiströtu fyrir réttum 2400 árum. Nýlega ákváðu konur í Vestmannaeyjum að framkvæma mig að... Verkfall. Þetta er verkfall, það er alveg rétt. Tvö stig fengum við fyrir þetta. Ég minni á að það var upp að ég er verknaður þótt orðarna hljóðan tákni eiginlega hið gagnstæða. Það er það sem að skilur þetta frá fóstureyðingu. Þá kemur... Bara það? Nei, það er fleira. Bara það spurði illi. Hann er farin að... Þú ert að fara einhver skeppunut, fór sig. Þá kemur önnur. Ég er söguhetja í frægu skáldverki. Barn að aldrei fór ég að vinna í vonum peninga til að kaupa mér kjól og jafnvel buxur, því oft hafði ég hugsað það í alvöru að gerast strákur. Ýmsir karlmenn sóttust eftir ástum mínum og við einn þeirra sagði ég er svívirt, í dag hef ég loksins verið svívirt og það er ekkert til sem getur þurrkað það út. Það blikkar hjá Þingeyingum. Salka-Valka. Salka-Valka, það er rétt! Já, það ítur báður á, þetta er bara spurning alveg eins og bjöllin á það, nema það verður engin handabrotin eftir þetta. Nefnir lemja á hendur hvers annars. 4 stig fengur Þingeyinga fyrir þetta hjá Stefaníu. En kemur ég er, þriðja spurningin. Ég er ein af fjölmörgum nytjajurtum mannkynsins. Jurtafræðingurinn Linné taldi víst fráleitt að ég geti vaxið á Íslandi, en Friðrik Vilhelm Hasfer, kallaður hrútabarón, ræktaði með einhverja síður fyrstur manna suður á Bessastöðum. Já. Kartöflur. Kartöflur, rétt er það. Fyrir þetta fékk hún 5 stig. Fjórða spurningin ég var 4. barn foreldra minna, fæddur 1 ári og 3 mánuðum eftir að eylandið sem ól mig komst undir yfirráð evrópskar stórþjóðar. Faðir minn var lögfræðingur af fornum aðalsættum, vann hríð gegn yfirráðum stórþjóðarinnar, þeirra sömu þjóðar og ég gerði síðan höfðingi. Napóleon, rétt er það, já Guðjón. Napóleon Bonaparte. Og þá kemur 6 stiga spurningin. Já, þau fengur 4 stig. Þau fengur 4 stig fyrir þetta. Það er farast snemma hér, hörðlið. Og 5. spurningin sem getur gefið með 6 stig. Ég lagði gjörva hönd á margt mína daga. Eitt af því var fjölmiðlun. Eiginlega á ég vel heima í þessum svonefnda ljósvaka fjölmiðli sjónvarpinu, því það var einmitt ég sem innleiddi orðið ljósvaki í þeirri merkingu sem það hefur nú á dögum. Vísindin voru með hjartarsmál. Ég lagði stund á að rannsaka náttúruna og þýddi á íslensku rit 1 stjörnufræði. Fróðir menn álíta vonbrigði í ástum,
Jónas Hallgrímsson. Jónas Hallgrímsson segja þau tvö og það var alveg hárið. Og fenguðu 4 stig fyrir þetta. Þetta var rosalegur endasprettur. Og Þingeyingar kunna taka á móti gestum. Þá komið að hagyrðingunum, jafnvel. Já, ég held ég verði nú að láta eitthvað heita til Bubba. Býtu aðeins. Hljóð í salnum. Já, býðu nú aðeins. Það verða allir að vera kyrrir þangað til þættinum alveg lokið því að bara smá hreyfing eyðileggur alveg og þeir eru búin að vera svo dásamlega í kvöldum megum við ekki eyðileggja þessar síðustu mínútur. Þó að þið hafið beðið ósigur þá hafið þið tekið þessu stórkostlega og þetta er einhver besti salur sem ég fengi. Ég er ekkert að skruma fyrir ykkur til þess að halda kjafti. Þetta er bara satt. Halldór. Já, það er hérna, Bubbi. Ef Kristur aftur kæmi hér á kross hann yrði neldur, en Bubba hossað áfram þó illa sé hann teldur. Já, Bubbi var mjög ánægður með þetta. Þá ég. Það var náttúrulega að Flósi sagði þetta áðan að það væri best að hætta þessari keppni og hann bara yrkja og það gerði það. Já. Og þarna, þeir voru að tala um það áðan að Flósi væri allir orðinn blásinn út, trúlega þessu þingeyska lofti og ég fór að hugsa hvernig hann myndi þá geta losnað við það. Og þá kom þetta, brestir verða og vinda þras og voðalegar kviður þegar Flósi þingeykst gas, þruma lætur niður. Úr sem hún myndist á hérna loftið í Þingeyingum þá var ein hérna. Þingeyingar þekkjast oft og þeirra kindur á því hvað í þeim er lítið loft og ljúfur vindur. Ert þú með það? Ég er með eina hérna, ég með 2 að skilnaði má það. Er það virkilega? Já. Eftir þennan enda sprett allir í góðu skapi því skildi taka þrauta létt þó maður stundum tapi. Má ég koma með það? Jú. Já. Nú að sinni set við þokum, en sá er lúmskur grunur minn að þingeysku sauðirnir sigri að lokum og sæki lið ykkar hirði sinn. Hvað segir Flósi? Það er ein hérna. Hér er alveg unaðslegt á allar lundir. Sveinar, elskar, hringar, hrundir. Hér var það sem sís kom undir. Jæja, þá erum við að fara á alvörunni. Það er úrslitinn, Heiður Ósk. Já, það ferðist ekki um til mála að Reykvíkingar hafa sigrað hér í kvöld með mesta stigafjölda sem hefur komið í þessum þáttum, 45 stigum gegn 23 hjá Þingeyingum. Já, meðan að vera að sækja velun, þá er Hálfdán komin hérna á eitthvað tíð. Ég hérna að fara með eina svona lokavísu. Lokavísu, já, það er. Lokið er þessum leikum, léttum til yndis settum, börðusk með viskunnar bröndum, báðir spakir og fróðir. Aðrir hér sigra urðu, allir of síðir falla, æskjum mér heilla öllum og vjörlum vorum snjöllum. Þetta var mikið fæði. Já,
Þá var nú komið að verðlaunafhending sem verður kannski óvenjulega viðamikil núna. Þið töpuðu að vísu Þingeyingar og fáið hérna konfekt, en svo vill til að það var mjög á því haft orð að þið hefðu ekki fengið konfekt síðast og hér kemur það þó seint sé. Hvað hefur þið fengið að vera munir? Þetta er eins og ég segi, firðinu Gunnlaugsbúð sér sína. En við erum með verðlaun fyrir sigurliði sem voru ákveðin fyrirfram og þetta eru verðlaun sem verða núna veitt í þessum 6 liða úrslitum og ég ætla að afhenda ykkur þetta. Þetta er dvöl, það er ferðaþjónusta bænda á Melstað í Miðfirði og það er kannski rétt að við kíkjum á hvernig Við ætlum kannski að kíkja á smá brot úr þætti þegar Þingeyingar áttu við Húnvetninga á Blönduósi og þá varð kveikjan að þessum verðlaunum til. Spurt er að lokum annan frægans kirkjustað, við spurðum kirkjustað áðan. Land er þarna heldur flattneskjulegt, en þær sögur sem þarna hafa gerst eru allt annað en flattneskjulegar. Bærinn stendur á lágum hól og er laut í hólnum, en skammt undan eru svonefndir línakrar. Og hvaða staður er þetta? Það er Sauðafell í Dölum. Nei, ekki náðu það. Melstaður. Melstaður, nei, náðu þess ekki heldur. Þetta er Bergþórshvall og er laut í hólnum. Sem sagt, sæmdarhjónin á Melstað í Miðfirði, þeim fræga sögustað, ákváðu að gefa sigurvegurunum dvöl að eigin vali, eins marga daga og þið viljið með ykkar mökum, hvenær sem er á þessu ári og vertshúsið á Hvammstanga mun sjá viðurgerning og mat og þið megið fara öll í einu ef þið viljið til þess að halda upp á eitthvað, bara þetta hér til dæmis. Og það má líka koma fram að það sem að rekur þetta heimili er séra Guðni Þór prófastur á Melstað. Já, rétt er það. Kom nú guðfræðingurinn upp í henni. Og það fylgdi einnig að hagyrðingurinn, Lausasveit sá sem væri með þessu liði mætti slást í hópinn þarna með sínum. Verðlaunum er nú ekki lokið alveg, hér koma einu aukaverðlaun sýnist mér á Heiði Ósk að eitthvað sé að hún er að pukra með eitthvað undir borðinu. Það er þetta eru verðlaun til, já, þið hafið farið afskipti við afskipti ykkar, gjörðu þið svo vel. Þið hafið fengið Óskar ykkar uppfyllta verðlaun við hæfi. Og þá er þessu þætti hér lokið og sigurvegurinn fer í undanúrslit, þar að segja Reykvíkingar. Næsta keppni verður háð á Laugarvatni, þar keppa Árnesingar og Ísfirðingar. Ég þakka ykkur fyrir frábæra frammistöðu hér öllum, bæði þeim sem kepptu og einnig þeim sem voru í salnum hér, gífurlegu fjöldi og stjórnað alveg eins og þetta var eins og einn maður hér í salnum. Ég þakka ykkur kærlega fyrir öllum sem að þessu stóðu. Jöfnveitum voruð hörð.